Þetta hérna armasláttuvél sem heitir Spearhead sem frá Bretlandi, ættu þaðan. Og þeir nota þetta við að slá kanta og líka skjólbelti. Það sem við sjáum hérna núna saugin á armasláttuvélinni sem við byrjum að nota til að grófhreinsa beltin sem hafa ekki verið klippt í mörg ár eða aldrei. Eftir það þarf að koma annar haus á vélina sem líka komin til landsins sem við notaði til að viðhalda beltunum og snirta þau eins og þau gert úti. Þannig að beltið þéttir sig og verða betri fyrir vikið. Þetta ný græja hérna á Vesturlandi og ég held svona svo stærsta og öflugasta á landinu til þess að eiga við skjólbeltin að snirta þau. Sem þetta saga víðir og þess vegna aspiraði önnur skjólbelti tré á nokkra ára fresti og þetta eru 4 hjólsæðir og færan þá tekur 2 metra í einu. Þá má reikna með 3-4 færum til að taka hvert belti. Mér fannst bara að takast ágætlega hjá okkur í fyrstu tilraun. Þetta eftir að slípast hjá okkur en mér sýnist þetta að gengið bara ágætlega hjá okkur. Og ýmsar tilraunir hér í gangi. Já, við vorum svona að prófa nokkrar aðstæður, bæði venjulegt belti sem þá bara hægt að keyra að og vinna eins og maður. Belti sem úr sér sprottið í rauninni þarf bara að endurnýja og reynsa að teygja okkur yfir skurð og eiga við það. Og þetta gekk allt saman upp nema kannski þetta eiga við ónýtt belti, úr sér sprottin belti, þá náttúrulega keðjusaugin bara sennilega besta verkfærið ef það taka þetta alveg niður. Eins og segja, þessi græja var keypt til að ná yfir skurðina. Þessi græja að taka 9 metra út frá sér. Þannig hún ætti að allavega taka næstu og miðjuna í skjólbeltunum. Það sem við erum mjög gjarn á að planta kringu skurði. Þannig að þess vegna þurftum við að kaupa svona stóra græju sem hérna fyrir aftan okkur. Og við vonumst náttúrulega til þess að fólk bara nýti sér þetta. Þetta þarf að gera með vígbeltin, það engin spurning. En það getur tekið þetta tíman á þeim í lag aftur og svo verður reynslan að skera það hversu oft þarf að gera þetta. Þetta verður að gera þetta á 3 eða 5 ára fresti. Þetta eftir aðstæðum sem stóð tegundum. Og síðan þjálfast menn upp í að nota þetta. En þetta allavega tækið orðið til á svæðinu. Þá ekki annað en nota það.